Við ljúkum þætti vikunar með stuttum fréttapakka frá Víkurhöttum. Það alltaf nóg að gerast á Suðurnesjum. Ef framfer sem horfir þá verður Reykjanesbær fjórða stærsta sveitarfélag Íslands á næstu dögum. Áramót munaði aðeins 5 manns á íbúastærð Reykjanesbæjar og Akureyrar sem hefur vent fjórða sætið áratuga skeið. Íbúum Reykjanesbæjar fjölgar hraðar en íbúum Akureyrar. Íbúar í Reykjanesbæ voru 18.922 þann 1. janúar. Árið 2018 var 6,3% íbúafjölgun í Reykjanesbæ. Hún var 8,8% 2017 og 7,4% 2016. Á tímabilinu 2015 til 18 hefur fjölgunum verið 24,8%. Það sem skýrir þessa miklu fjölgun eru margir þættir. Á undanförnum árum hefur verið mikill uppgangur í ferðaþjónustu og samfara honum uppbygging flugstöðvarinnar. Það hefur kallað á mannafla. Það má líka nefna að fólk hefur sótt í lægra húsnæðisverðan á höfuðborgarsvæðinu og þá horfir fólk meðal annars til Reykjanesbæjar, segir Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, í samtali við Víkurfréttir í þessari viku. Útför Guðna Ingimundarsonar heiðursborgara Garðs var gerð frá Útskálakirkju á þriðjudag. Guðni lést hann 16. desember síðastliðinn. Guðni fæddist að Garðsstöðum í Garði þann 30. desember 1923 og hefði því orðið 95 ára þann 30. desember síðastliðinn. Hann lést hins vegar 16. desember. Guðni var kjörinn heiðursborgari í sveitarfélaginu Garði árið 2014. Fjölmennt var í útförunni að Útskálum, en meðal gesta var herra Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands. Bygging nýrrar slökkvistöðvar brunavarna Suðurnesja að hefjast við flugvelli í Reykjanesbæ. Sami hefur verið við ístak byggingu stöðvarinnar sem á að vera tilbúin fyrir árslok 2019. Byggingakostnaður 730 milljónir króna. Staðsetning slökkvistöðvarinnar við flugvelli ofan Iðavalla í Keflavík talin mjög góð. Stöðin sé miðsvæðis þegar horft til þjónustusvæðis brunavarna Suðurnesja sem nær frá Reykjanesbæ í Sandgerði, Garð og Voga. Þá stutt í flugstöðuna en sjúkraflutningum í tengslum við aukinn ferðamannastraum til landsins fjölgar hratt. Á árinu 2018 hafa verið meiri framkvæmdir við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis en mörg undanfarin ár í sameinuðu sveitarfélagi Garðs og Sandgerðis sem nú heitir Suðurnesjabær. Unnið að nýju deiliskipulagi sunnan Sandgerðisvegar í Sandgerði og standa vonir til þess að það veri staðfest áður en langt líður árið 2019. Fyrir á árinu 2018 var lokið við að staðfesta deiliskipulag í 2 íbúðarhverfum í Garði. Lóðum hefur verið úthlutað og uppbygging íbúðarhúsa hafin í þessum hverfum. Þáttaka í hátíðarhöldum á 13. í Reykjanesbæ hefur sjaldan verið eins mikil og í ár. Mannfjöldi safnaði saman við Hafnargötuna í Keflavík til þess að kveðja jólin, en auk bæjarbúa voru þarna álfar, tröll og púkar. Áður en formlega dagskrá hófst við Hafnargötu var bæjarbúum boðið að taka þátt í luktarsmiðju í Myllubakkaskóla og þaðan fór einnig fjölmenn skrúðganga undir forystu álfadrottningar og álfakonungs. Herlega heitunum lauk svo með fallegri flugeldasýningu sem var þó í styttri kantinum þetta árið.